þinn 700. leikur, það kom að því að þú myndir taka þennan leik? Já. Jú, ég bara svo ánægður þetta búið. Loksins ekki leikmaður lengur, sem betur fer. Það er örugglega fullt af leikmönnum sem eru mjög ánægðir með það. Það eru nokkrir að ennþá að spila sem ég er með í vassanum, þannig að þeir finnir allir í úrvalsdeild. Já, en það er náttúrulega, ég verð nú að fara beint inn á það, þú varst að skipta oft skópur í þessum leik. Já, ég á svo mikið af skóm eftir ferilinn og ég kom bara með svona 1/3 af því sem ég á og valdi uppáhaldsskóna mína og spilaði svona cirka 10 mínútur í hverju pari. Náðu ekki alveg að fara í alla en skiptir ekki máli. Ég veit ekkert hvað skórnir eru sem ég skildi eftir miðjunni en það ætla ég aldrei í það aftur. Nei, ég hugsa líka, mér sýndist að vera barist um það hérna baksviðs og leiðu og hendið þeim frá þér. Já, það er eitthvað sem maður getur vonandi átt á og glaðst yfir því. Já. En svona yfir leikinn sjálfan, þú verð 16 bolta. Já, einhvern veginn tókst mér það. Ég náttúrulega leið og ég byrjaði að reyna að hreyfa mig eitthvað, þá tóknaði ég hér og ég tóknaði þar og ég hef ekki hreyft mig síðan í apríl en stundum mætti ég og yfirleitt sá ég ekki boltann og þessi strákar eru svo ótrúlega skotfastir þarna nokkrir. Svo var ég í nokkrum en hverjum er ekki sama, ég var bara að hafa gaman og sem betur fer vann Selfoss því að það hefði ekki verið gaman í jólapartíun ef þeir hefði ekki klárað þetta. Já, það hefði verið þungt allan í kvöld. Já, ég meina, við erum allir Selfissingar og við viljum að Selfoss gangi sem best og við erum að reyna að taka stig af hinum liðunum fyrir Selfoss og alls ekki af Selfoss. Það er samt miklu skemmtilegra fyrir okkur að hanga eins í þeim og svona, gerir þetta skemmtilegra fyrir okkur. En ákvarðanu, þú skiptir ekkert af þjálfuninni í þessum leik? Nei, við erum ekki með henni leikir, við erum búin að þróa upp einhvern skrítinn frjálsan klikkbolta sem að virka bara eins og ótrúlegt og það er. Það er auðvitað áskorun fyrir eitthvað lið að reyna að spila svona, ég held að það sé ekki hægt, þú þarft að vera svona lið til að komast upp með svona. Verður ekki erfitt fyrir að spila ekki? Meira á þessari leiktíð? Ertu að grínast maður? Nei, ég er svo glaður. Ég er búinn að vera að bíða og þá loksins. Mér fannst bara svo við hæfið að klára þetta með allri fjölskyldunum minni í þetta. Bara selfisingar í húsinu og búinn að þjálfa flesta leikmenn í báðum liðum og þykja vænt um alla. Þannig að það er ekki hægt að hugsa sér þetta betra. Og svo er kveðjupartí hérna eftir jólaglaðningur félagsins. Ég ætla nú bara að stela því partí og gera það kveðjupartíinu mínum. Nákvæmlega. En svona í lokin, þú ert búinn að spila síðan 1989. Veistu til þess að sé ykkur annar leikmaður búinn að spila svona lengi? Já, það er alveg til menn sem eru búin að spila lengur, spila fleiri leiki. Ég meina, Guðmundur Hrafngerðs var örugglega heimsmet í leikjum, ekki bara landsleikjum. Það eru menn sem hafa varið meira og það eru menn sem hafa... Nei, ég ætla að klára viðtalið. Nei. Ég er ennþá með, ég er ennþá með nýtt sjónsvið. Já, ég sé allt svona. Það eru margir sem vilja hella á því í kampavínu. Nei. Þrátt fyrir að, þú getur örugglega fundið einhverja sem hafa gert betur en ég í mörgu. Þá er ég búinn að gera vel í mjög mörgu og á örugglega frábæra tölfræði og get bara verið stoltur yfir öllu sem ég hef afrekað og ég held ég hafi skoðað daginn að ég held ég hafi farið 12 tímabil í röð án þess að fara undir 41% á leiktímabili. Ég skora bara einhvern markmann að ráða við það þótt ég hafi kannski aldrei verið bestur. Jú, reyndar, ég var það. En þú ert samt ekki, það er alltaf olboys ennþá til? Nei, þetta er svo, veistu það, ég fékk alveg nóg í fyrra og það er búið að vera gaman núna á gamalsaldri að það tók hérna smá með IR, það var æðislegt og tók eitt með Fram hérna og svo núna með Selfoss í 2 ár og það var virkilega gaman og gerði þetta fyrir ánægjuna og svo bara var ánægjuna ekki lengur til staðar og í dag snýrist þetta bara ekkert um að spila, þetta snýrist bara um að klára og skemmta sér og segja takk. Já, ok. Eitthvað í lokin sem þú vilt segja? Já. Það er nú út með fullt af stuðningsmönnum. Ég hef kannski viljað sjá fleiri inn í húsinu, ég meina stutt fyrir jól og Selfoss Milan á bara að vera fullt hús. Leikurinn náttúrulega í beinni. Já, kannski engin úti í búð að kaupa neitt fyrir jólin, allir bara heima og horfa á Selfoss TV eða ekki. Já, nei, það er ekkert bara takk fyrir mig, þetta er búið að vera æðislegt raun. Bestu þakkir. Takk.